Jæja, það búið að vera pínuður hret undanfarið, við ætlum að fara út fyrir landsteinana núna og við bregðum okkur til Spánar. Það eru hún Málfríður sem að ganga Jakobsveginn. Heil og sæl! Já, halló. Halló! Sæl þið hérna heima í hretinu. Óþakkaði fyrir. Guð, hvað er dásamlegt að horfa á þetta hann í kringu þig. Já. Herri, þú ert að ganga Jakobsveginn? Já, það er dásamlegt að vera hérna líka. Já, það er rétt. Ég er á þeim vegi, þeirri vegferð, skulum við segja. Já, akkurat. 780 kilometra vegferð, ef að vonandi, ef að Guð leyfir og heilsa, þá kemst ég það vonandi. Það er allan að markmið. Já, akkurat. Og hérna, hvað ertu búin að leggja marga kilometra baki? Á hvaða degi ertu? Heyrðu, við erum búin að ganga hérna, við erum 6 saman, Íslendingar, og við erum búin að ganga í 7 daga, til 7. dagurinn, og 150 kilometra erum við komin og þá eru eftir ekki nema 630 kannski. Bara skíti. Já, þetta gengur vel og þetta er bara, hérna, auðvitað þetta erfitt og alls konar margar áskoranir á hverjum degi. Sem mæta manni, en þetta er fyrst og fremst bara gaman og bara nærandi. Það er falleg umhverfina, það er gott veður eins og þið sjáið. Það er rosalega gott fólk á veginum, héðan og þaðan. Og allir sem við hittum, sem eru að þjónusta okkur, eru ótrúlega góðhjartaðir og svona bara kurteisir og það bara kemur svolítið óvart hvað einhvern veginn allir eru með þessa hugsjón. Já. Og maður finnur það svo, það skilar sér svo vel til manns. Þetta hlýtur að vera ótrúleg bara upplifun. Já, þetta er það. Þetta er hérna, eins og hjá mér er þetta gamall draumur, alveg 4 ára minnstakosti og hérna ég var búin að láta mig dreyma það. Ég hugsaði alltaf þegar ég næ aftur heilsu, ekki ef. Ég hugsaði alltaf þegar. Þá myndi ég láta verða því að fara þessa ferð. Og ég er búin að undirbúa mig vel, lesa mikið og reyna að halda mér í formi eins og hægt er og safna smá pening, maður veist að gera það, þetta kostar náttúrulega aðeins, en maður getur samt alveg haldið kostnaðinum vel niðri bara eftir hvernig maður borðar og hvað maður gistir og svo framvegis. Og svo náttúrulega þyrfti ég líka að undirbúa mig að því ég er með stóma. Já. Og ég er eini Íslendingurinn sem ég veit sem hefur lagt upp í þessa ferð, en sem komið er. Ef að segja fyrsti? Já, en vonandi verður þetta bara hvatning til annarra að pröfa, að fara. Og hérna, ég þurfi náttúrulega að undirbúa mig svolítið vegna þess að ég er með stóma og taka með mér dót og svona gististaðina þurfti ég aðeins að velja betur en aðrir. Þetta er auka áskorun alveg. Já, það er það og ég hef þurft að fara svolítið út fyrir minn þægindaramma varðandi það, að fara kannski inn á almenningssalerni og þurfa að gera þetta þar, því ég hef hingað til geta nota bara svona fatlaða klústi heima, en auðvitað er þetta auka áskorun en fyrst og fremst gaman og ég myndi ekki vilja missa því að í þessum gististöðum, þar sem þetta er kallað albergir, þar hitti maður flesta og kynnist flestum hvaðan aður á heiminum. Þannig að ég hefði ekki viljað missa því að pröfa það líka. Er það spjalla þegar það ganga? Er þetta mikil íhugun bara eða bara velur maður þetta svolítið? Já, veistu það, maður velur þetta bara svolítið. Það er bara, við erum bæði að spjalla, stundum finnst mér gott að ganga ein og ég er að ganga með pabba mínum sem er 79 ára til dæmis í dag. Hvað segirðu? Og hann er hann er bara algjör í hörku formi kallinn. Hann er ekki sá sem vælir hér í þessari ferð. Það eru aðrir sem eru í vælu, í væluhópnum. Ég skil. Þannig að við göngum bara ágætlega vel saman. Við erum náttúrulega aldraðir og öryrkjar, getum sagt það, bara saman í hópi og það bara passa mér fínt og bara spjalla. Stundum erum við bara íhuga, stundum erum við bara að dásta umhverfinu. Það er ekki eins og akkúrat hér núna, þið sjáu það ekki, þá er ég að horfa einn á Vínekrur. Það er verið undirbúa, já, einmitt. Já, þetta er svo fallegt og þetta er bara svo dásamlega gott veður og þetta er svo
bara yndislegt og nærandi. Já, þetta eitthvað sem þú átt væntanlega aldrei eftir að gleyma og geyma með þér aldur og ævi. Nei, og svo náttúrulega hægt að fara sko aftur og aftur. Maður að hitta fólk hérna á veginu sem að gera þetta. Ég hitti sko íslenska stelpu sem var að fara í 3. skipti. Þannig að þú sér það að fólk fær ekkert nóg, það fer aftur. Svo þetta að fara aðra leiðir. Þetta franska leiðin sem við erum á, svo portugalska leiðin og svo enska leiðin eða breska leiðin og svo svona ýmsir útudúrar, þannig að það hægt að gera þetta aftur og aftur ef að maður langar til eða hefur tíma eða já, ég geti alveg hugsað mér það allavega núna. Já. Dásamlegt, en fyrst skaltu nú klára þessa 600 plus sem að þú átt eftir. Já, það sko 1 dagur í einu. Akkurat. Og þetta maður að kljást við alls konar fótapirring og þreytu og ég hef samt sloppið við blöðrur. Okay. Það eru ekki alveg svo heppnar allar í mínum hópi. Nei. Og það við hefum því miður séð krossa hér á leiðinni, fólk hefur dáið og við löbbum fram á einn sem að, já, það var, hann andaðist, en ég hugsaði með mér að hann fékk þó allavega vonandi bara deyja það sem hann vildi. Akkurat. Og glaður. Lífið sem lífið og við krossleggjum bara fingur fyrir hönd þinna fóta. Algjörlega. Þetta alveg dásamt og ég mæli bara með ef fólk vil, já, eða veit ekki hvað á að gera. Þetta líka heilagt ár, þannig að það alveg sérstaklega vinsælt að labba Jakobsveginn í ár. Nú, já. Og ég hérna með þessa skel sem úr málmi, keypti mér líka skel sem svona heillamerki og fylgir manni alla leiðina. Dásamlegt, herðu, ég fer að koma mér í form og skoða þetta, en gangið vel. Það líka þetta hjólan, það líka má hjólan. Já, ég held ég sem meira til að labba, sveið mér það. Já, en þú þarft líka bara að fara 100 síðustu kílómetrana, þá færðu syndaflaust, þú þarft ekki að fara allan veginn. Ó, í alvöru? Já, ok. Já. Herru, þetta voru góða fréttir. fyrir manni sem mig. Já, þú fer að því. Njóttu síðustu 630 kílómetrana og bara gangið vel. Ég geri það. Já, kæra þakkir og takk fyrir að spjalla við mig. Beða heilsa ykkur á Fróni. Ó, þakka þér fyrir. Ég ætla bara að vera hér í bili. Send okkur sól, takk. Ég sendi ykkur sól, já, bless.